Gleðilegt sumar, kæru áhorfendur og velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Við tökum sumarið með trompi eins og þið sjáið, skiptum sett og fáum til okkar góða gesti að venju. Til mín komin Elín Gunnarsdóttir Veljóts frá Dekkjahöllinni, fjármálastjóri, velkomin. Takk fyrir. Nú allt brjálað hjá ykkur, Já. raðir út úr dyrum. Það nóg að gera, já, hvað sagt. Hvernig gengur? Heyrðu, það gengur bara mjög vel. Já, þið byrjuðu bara 15. apríl eða ekki? Já, þetta byrjaði í rauninni, sem sagt, fólk var nokkuð rólegt fram yfir páska, Já. en þá byrjaði þetta bara á fullu, Já. búið að vera alveg brjálað að gera síðan. Já, þið getið tekið á móti ansi mörgum. Ég fór hann að dag 2 og hélt ég myndi lenda í svaka röð en Já. var bara númer 3 í röðinni. En meðan ég var inni þá lengdist röðin tölvert. Já, Þannig að þetta er svona... akkurat. Röðin gengur á vorin yfirleitt svona upp og niður Já. og það ekkert rosa löng bið, þannig að fólk getur bara komið í röðina og það kemst tiltölulega fljótt inn. Og þið afgreiðið hversu marga í einu? Við erum með svona 7 til 8 pláss í einu í gangi. Já. Þannig að- Ræsið út auka fólk væntanlega á þessum álagstíma? Já, gerum það og erum með svona auka fólk sem við þekkjum, sem hafa verið í vinnu hjá okkur og eru vanir og eru að koma inn á þessum tíma til þess að aðstoða okkur við að því að það vilja náttúrulega flestir umfelga á þessu tímabili, Já. tiltölulega stuttu tímabili. Já. Þannig að þetta eru svona hvað marga vikur sem er svolítið svona álag? Á vorin þetta svona 3 til 4 vikur, jafnvel 5. En svona 3 vikur yfirleitt svona tiltölulega stífar. Já. Og þið eru ennþá með svona raðakerfi, takkið ekki Já. þátt í svona bókunar væðingu? Nei, Og það er ástæða fyrir því? Já, það er ástæða fyrir því. Við í rauninni reiknum bara út að ef við myndum fara í bókunarkerfi að þá þyrftum við að minnka afkostun okkar töluvert, líklegast hátt í helming, nálægt helming. Vegna þess að ef við erum með bókunarkerfi þá þurfum við að gera ráð fyrir því að við séum með hugsanlega afföll að starfsfólki og svoleiðis. Af því að það getur alltaf komið fyrir að einhver er veikur og eitthvað svoleiðis og það gerist líka á álagstímum. Þannig að við afgreiðum í staðinn að þá erum við bara með full afköst og afgreiðum bara eins rætt og við getum og erum að afgreiða mjög vel held ég, tiltölulega marga á dag. Hafið ykkur hugmynd hve marga á dag? Er það mjög misjafnt? Það er mjög misjafnt en 200 til 250 á svona degi er mjög algengt. Vá. Og veitir ekkert af, þetta er stór markaður Og þið eru ekki bara á Akureyri, þið eru líka á Egilsstöðum og Reykjavík? Við erum með vegstað á Egilsstöðum og 2 vegstaði í Reykjavík, í Skútuvogi og Skeifunni. Já. Það sem er alveg sama húlum hæg í gangi? Já, allt brjálað. Reykjavík byrjar náttúrulega alltaf snemma, Egilsstaðir byrjar oft svona aðeins seinna því að það er náttúrulega yfirleitt meiri snjór þar, en þeir eru byrjar á full í dag líka. Fer svolítið eftir snjóalögum og aðstæðum? Já. En heldurðu að við eigum eftir að fá hret? Er það regla frekar en hitt? Já, í rauninni. Það er mjög sjaldan sem það kemur ekki hret eftir 15. apríl. Þá bara kannski fer fólk varlega og er ekkert að æsast yfir fjallvegi. Já, það er bara að fara varlega ef það kemur. Eða þegar það kemur, það er nánast. Eigum við að ræða viðkvæmt mál eins og nagladekk? Hver er þróunin í nagladekkja málum landsins? Veistu það? Það er... Svona í heildina er aðeins að aukast notkun á naglalausum dekkjum og það felst náttúrulega hluta til í því að þú getur fengið orðið mjög góð naglalaus dekk, þú getur fengið loftbóludekk sem eru mjög góðu gripi og þú getur fengið í rauninni mikið betri naglalausa valkosti heldur en fyrir 10 árum síðan. Já. Þá erum við ekki að tala um einhver heilsársdekk, við erum að tala um bara vetradekk. Nei, við erum að tala bara um óneld vetradekk sem eru bara hönnuð sem slík. Og þannig að það náttúrulega hjálpar fólki líka að taka þessa ákvörðun og eins ef fólk er á góðum bíl, 4-hjólsins bíl, fólk er jafnvel með 2 bíla og sumir eru alltaf á naglalausu og gengur bara nokkuð vel. Já, fólk kann kannski að spyrja sig bara svolítið hvert er ég að fara, hvað þarf ég yfirleitt að keyra? Það geti sleppt ég að keyra alveg, það er svona, ég er ekki klift og skorið, ég upplifði sjálf sko nokkru sinnum í vetur að hefði ég ekki verið á nagladekkjum, þá hefði ég sennilega ekki getað stoppað á þessum rauðu ljósum. Nei. Það voru náttúrulega mjög... fyrir að hafa keyrt varlega, sko. Það er einhvern veginn aðstæður hér voru þetta. Já, voru mjög erfiðar aðstæður í vetur, mjög mikil hálka og kom nokkru sinnum svona alveg glæra sem er náttúrulega bara vestu aðstæður. Samt langar mann alveg að sleppa sko nagladekkjum. Það hlýtur að koma því að við bara getum komist af án þeirra. Já, ég ætla ekki að segja til það hvort það verður, en eins og ég segi, ég hvet alveg fólk sem er tilbúið til þess að vera naglalaust og hefur aðstæður til þess. Eins og ég segi, er með 2 bíla, getur jafnvel skilið bílinn eftir heima ef það eru mjög erfiðar aðstæður og bara keyrir almennt varlega, þá get ég alveg hvata til þess að vera naglalaust. Akureyri og Egilsstaðir búa líka. Ekki spurning. En svo ertu ekki bara á Dekkjahöllinni, heldur líka í háskólanum? Já, ég er aðeins að kenna í háskólanum, námskeið í viðskiptadeildinni. Já. Hvað kennurðu þar? Ég kenni kostnaðarbókhald. Já.
og sérðu kannski þá já, þú sér náttúrulega fjármálin hjá Já, akkurat. Þetta ágætis tenging í báðar áttir. Svo hleypir þú tilbaka bara í vinnuna og hvað ferð að gera þegar þú kemur í dekkihöllin? Ertu þá komin í röðina að afgreiða? Já, til dæmis, ég hef verið að afgreiða eins í röðinni eða bara aðstofa við skipulag og stjórnun og núna náttúrulega tókum við upp pínu nýtt kerfi. Já, vegna COVID. Segðu okkur aðeins frá því. Já, við ákváðum að við þyrftum að taka bara eins og flestir að gera þessar smitvarnir mjög alvarlega og hugsaum þá bæði út frá starfsfólki og viðskiptavinum. Og við ákváðum að koma okkur upp sölukerfi og posa út á stæði, eða réttar sagt við erum með starfsmann út á stæði sem tekur á móti viðskiptavinum og bara í röðinni og ef að fólk kemur inn á stæði og það enginn þá getur það bara flautað. Og við getum leyft fólki að borga í röðinni. Gegnum gluggann bara? Bara gegnum gluggann. Ef fólk með síman har alveg snertilegt. Ef það með posa þá þarf að slá inn pinnið en svo bara hreinsum við hann alltaf á milli. Og þá getur fólk í rauninni komið, fólk getur valið sér dekk í rauninni, fólk með dekk á hótelin okkar, það bara afgreiðir það, lætur það okkur hafa miðan. Og fólk hefur val að þegar það keyrir þá bílinn inn, búið að gera upp og svo leiðis, að þá getur það beðið í bílum eða vill. Á meðan það umfelgað. Þannig að við erum búin að reyna að fækka þessum snerti flötum og þessari nánd eins mikið og við teljum okkur mögulega hægt við þessar aðstæður. Og skiptið meira sér starfshópnum í tvennt, ekki? Já, við gerum það líka til þess að eiga möguleikana ef það uppkæmi smitt í hópnum sem hefur ekki gert og vonum að gera ekki. Að þá erum við allavega með helminginn á hópnum, þannig að við erum með 2 svæði sem eru alveg aðskilin. Þekkirðu til svona, þannig eru náttúrulega ýmis fyrirtæki í kringum ykkur, eru allir að vinna svona eða er þetta kannski? Ég held að séu mjög margir að vinna svona. Og ég hef heyrt að verslanir og svoleiðis eru mjög margar verslanir eru með 2 hópa, þar sem að verið að skipta fólki. Var þetta flókin aðgerð að gera þetta? Já. Ekki tímundar með það. Þetta var flókin aðgerð líka því að við fyrst náttúrulega þegar COVID kom þá var náttúrulega mjög rólegt að gera hjá okkur, þannig að þá var ekkert mál fyrir okkur að hafa einn hóp heima og einn hóp á staðnum. Það gengur ekki í dag. Það gengur ekki í dag. Núna bara eins og ég segja, þessi pressa, allir vilja komast á sumardekkin sín og þá væri mjög erfitt fyrir okkur að vera bara með annan hópinn. Þannig að þess vegna ákváðum við að fara bara í skipulagsvinnu í að aðgreina svæði, koma upp auka kaffistofu og vera með alla aðstöðu fyrir starfsfólk á báðum svæðum í fyrirtækinu og þetta gekk nokkuð vel en þetta tekur alveg orku og þetta er pínu flóki í framkvæmd. En ég held að sé bara líka þessi virði, bara fyrir okkur og fyrir alla og ég held að það eigi allir að taka þetta ástand í samfélaginu svolítið alvarlega og meðan við erum að komast yfir möguleika á smiti. Sem okkur virðist vera að taka. Lítur það út. En Elín, kærar þakkir fyrir að koma í föstudagsþáttinn og segja okkur frá dekkjaskiptunum og bara gangi ykkur vel. Já, takk fyrir.